Góða kvöldið og komið sæl og verið hjartalega velkomin í biblíulestara áskorun Frelsiskirkjunnar. Við erum að fara að lesa, við erum búin að vera að lesa í yfir 60 daga í röð á hverjum einasta degi í orði Guðs og við erum að lesa í Markúsar Guðspjalli. Við erum komin í 4. kaflan í Markúsar Guðspjalli. Við erum búin að klára allt í Jóhannesar Guðspjall, allt Lúkasar Guðspjall og erum nýbyrjað að lesa Markúsar Guðspjall sem er elsta en jafnframt stysta Guðspjallið í Biblíunni. Og við vorum að lesa í gær það hvernig Jesús læknaði og hvernig farisearnir voru brjálaðir yfir þeim kraftaverkum og þeim lækningum sem Jesús var að gera, hvernig farisearnir undir áhrifum ills andavalds reyndu hvað eftir annað að fella hann í snöru. Og það var bara þeirra markmið að reyna að fella hann í gildrur til að ná honum, til að geta hanga hann á einhverju sem hann sagði eða gerði, til þess að láta handtaka hann. Þeir virðast hafa verið blindaðir af hinu illa og líka bara helteknir af einhvers konar blöndu af afbrýðisemi og mikilmennsku. Og það er mjög sorglegt og það kemur fram í orðinu hvernig þetta hryggði Jesús að sjá hversu ofboðslega hart og þverúðugt hjarta er að vara, því að Jesús dó á krossi líka fyrir þá. Jesús dó á krossi fyrir alla menn og af því að hann elskar okkur svo mikið og það særir hann þegar hann sýður svona ofboðslega hart hjarta, hörð hjörtu. Og við vorum að lesa það hvernig illu andarnir vissu að Jesús væri sonur Guðs, en Jesús sagði þeim að þegja því að það var ekki komin svo tími sem að það ætti að opinberast fyrir almenningi, og einnig hvernig að eina eilífa syndin sem að fær eigi fyrirgefningu að lastmæla heilugum anda, sem þýðir að taka ekki við fagnaðarerindi Krists, taka ekki á móti Jesú, endurfæðast ekki. Og þeir sem að gera það, þeir eru sekir eilífa synd og geta ekki komist inn í himnaríki Guðs. Og það er eina syndin sem er með þeim hætti. Allir þeir sem að hafa sagt já við Jesú og játa hann sem synd drottin og valið að trúa hann, þeir eru hólpnir, þeir eru endurfæddir, þeir eiga örugga inngöngu inn í himnaríki Guðs. Nú erum við að fara að lesa 4. kaflan í Markúsar Guðspjalli. Endilega grípið Biblíun ykkar, lesið með. Jákvæðu áhrifin eru miklu meiri þegar við erum líka að lesa sjálf, ekki bara þegar við erum að hlusta. 4. kafli í Markúsar Guðspjalli er á blaðsíðu 49 í Nýja testamentinu. Þannig að endilega flett upp á því. Það er alltaf alveg þannig í minni þýðingu sem er 2007 þýðingin. Það gæti verið eitthvað smá blæbrigðamunur ef að þið eru með eldri þýðingu á Biblíunni. Og þá ætlum ég bara að hefja lesturinn, þetta er 4. kaflinn í Markúsar Guðspjalli. Sæði sáð. Aftur tók Jesús að kenna við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar úti á vatninu. En allt fólki var á landi við vatnið. Hann kenndi því margt í dæmisögum og sagði við það. Hlýðið á, sáðmaður gekk út að sá, og þá hann sáði, féll sumt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sumt féll í grýtta jörð þar sem var lítill jarðvegur og það rann skjótt upp því að það hafði ekki djúpa jörð. En ef sól hækkaði, visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rótfestu, skrælnaði það. Og sumt féll meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kæfðu það og það bar ekki góðan ávöxt. En sumt féll í góða jörð, kom upp, óx og bar ávöxt, það gaf 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og hann sagði, hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri. Leyndardómur Guðsríkis. Þegar Jesús var orðinn einn, spurðu þeir 12 og hinir lærisveinarnir sem með honum voru dæmisögurnar. Hann svaraði þeim, ykkur er gefinn leyndardómur Guðsríkis. Aðrir sem fyrir utan eru fá allt í dæmisögum. Að sjáandi sjáu þeir og skynji ekki, heyrandi heyri þeir og skilji ekki, svo að þeir snúi sér eigi og verði fyrir gefið. Merking dæmisögunar. Þetta er 13. versi í 4. kafla í Markúsar Guðspjalli og áfram. Og Jesús segir við lærisveinana, þið skiljið eigi þessa dæmisögu. Hvernig fáið þið skilið þá nokkra dæmisögu?
Sáðmaðurinn sáir orðinu, það hjá götunni þar sem orðinu er sáð, merkir þá sem heyra, en Satan kemur jafnskjótt og tekur burt orðið sem í þá var sáð. Eins það sem sáð var í grýtta jörð, það merkir þá sem taka við orðinu með fögnuði leið og þeir heyra það, en hafa enga rótfestu. Þeir eru kvikulir og þeirra þrenging verður eða ofsókn vegna orðsins bregðast þeir þegar. Öðru var sáð meðal þyrna. Það merkir þá sem heyra orðið, en áhyggjur heimsins, kál auðamanna og aðrar girndir koma til og kefja orðið svo að það ber engan ávöxt. Hitt sem sáð var í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið, taka við því og bera 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Ljós á ljósastiku. Og Jesús sagði þá, ekki bera menn inn ljós og setja þau undir mæliker eða bekk. Er það ekki sett á ljósastiku, því að ekkert er hulið að það verði eigi gert opinbert, né leynt að það komi ekki í ljós. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. En sagði hann við þá, gætið að hvað þið heyrið. Með þeim mæli sem þið mælið mun ykkur mælt verða og við ykkur bætt. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Sæðið grær og vex. Þetta er 27. vers og áfram. Þá sagði Jesús, svo er Guðs ríki að maður sái sæði í jörð. Hann sefur síðan og vakir, nætur og daga, en sæðið grær og vex, hann veit ekki með hverjum hætti. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt, fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. En þá er ávöxturinn fullþroska, lætur hann þegar ber út sigðina því að uppskeran er komin. Þá erum við komin í 30. versið í 4. kafla í Markusarguðspjalli. Líkt mustardskorni. Og Jesús sagði, við hvað eigum við að líkja Guðs ríki? Með hvaða hætti eigum við að lýsa því? Líkt er það mustardskorni. Þegar því er sáð í mold, er það smærra hverju sáðkorni á jörðu. En eftir að því er sáð, tekur það að spretta, það verður öllum jurtum meira og fær svo stórar greinar að fuglar himins geta hreiðrað sig í skugga þess. Í mörgum slíkum dæmisögum flutti Jesús þeim orðið svo að þeir gátu numið og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra fyrir en lærisveinum sínum skýrðan allt þegar þeir voru einir. Í stormi, 35. versið áfram. Að kvöldi sama dags sagði Jesús við þá, förum yfir vatnið. Þeir skildu þá við mannfjöldan, fóru í bátinn þar sem Jesús var og sigldu burt. Aðrir bátar fylgdu þeim eftir. Þá brast stormhrina mikil og fjallu öldurnar inn í bátinn, svo við lá að hann fyllti. Jesús var í skutnum og svaf á kodda. Þeir vöktu hann og sögðu við hann, meistari, heyrðir þú ekki að við förumst? Hann vaknaði, hastaði á vindinn og sagði við vatnið, þegi þú, haf hljótt þig. Og þá lægði vindinn og gerði stilli logn. Og hann sagði við þá, hví eru þið hræddir, hafið þið enn enga trú. En þeir urðu miklum óttalostnir og sögðu hver við annan. Hver er þessi, jafnvel vindur og vatn hlýða honum? Amen. Amen. Þá erum við búin að lesa 4. kaflan í Markus. Hvað getur við sagt okkur það Einar? Það er mikið efni í kaflanum og ef við byrjum bara strax á sögunum sáðmanninn, að þá segir sagan frá því að sæðið er orð Guðs, segir Jesús, þegar hann útskýrir dæmisöguna. Og nú, við höfum öll heyrt Biblíuna lesna og þeir sem eru að hlusta hér voru að hlusta á orð Guðs og við heyrum það. En það er sömu Guðs orð, heimurinn er skapaði fyrir orð Guðs og í Biblíunni segir að Guð sendi út orð sitt til að lækna okkur og leysa okkur, en það er einn hlutur sem Biblíunni skýr á
og við höfum frjálsan vilja og það fer eftir því hvernig við tökum við orðinu og hvort það fær að fara inn í hjört okkar og það er okkar vilja ákvörðun, hvort að það fær að gerast. Og hvernig er hjart okkar? Er það móttækilegt fyrir orði Guðs? Hjá sumum er það þannig að það fer inn mann og út hitt og það er það sem fjall á götur og fuglar heimsins komi bara átum. Síðan eru þeir sem eru bara hrifna mér og orð Guðs er æðislegt en svo þegar á reynir þá er það bara búið. Svo höfum við þá sem að taka við orðið Guðsins og vaxa upp þyrnar og þistlar og það er ekkert gert í að reyta því í burtu og þá er eitthvað annað sem glépur og það ber lélegan ávöxt. Það vel verið að sé eitthvað svona óþroska, ófullburða ávöxtir en það markar ávöxtin sem þetta ber. En svo segir svo það sem féll í góðan jarðveg, það ber 30-faldan eða 100-faldan ávöxt og við þurfum að biðja Guð að gefa okkur hjarta sem heyrir Guðs orð og tekur við því, gengur út á þá fær það að virka í okkar lífi og umbreyta okkar eigin lífi og öllum okkar ytri veruleika. Amen. Og Jesús segir það er þetta að vera heyrandi en heyra ekki. Þá er þetta bara hljóðbylgjur sem fær inn í eyrað en það skeður ekkert. Og það sé mikilvægt að við biðjum Guð að við heyrum orð Guðs, fer í hjart okkar, þar fer það eins og sæði að spíra og bera ávöxt. Síðan lesum við að ljósastíkuna, Guð vill að við lýsum. Við eigum ekki, það er sagt frá því í Gamla testamentinu þegar ofsóknir voru á hendur spámönnum Guðs, þá földu þessi í helli í mörg ár og lét ekki á sig kræla. En við eigum að láta góð verk okkar lýsa mönnunum. Við eigum að taka orð Guðs, við eigum að taka fagnaðarerindið og segja frá því. Við eigum ekki að skammast okkar fyrir Jesú, hann skammaði sín ekki fyrir okkur þegar hann dó á krossi. Þegar hann var nakinn á krossinum og þó að helgimyndir síni en ykkur í skílu það verður sennilega ekki verið þannig. Og hann segir gætið að því hvað þið heyrið. Og hver sem eyra hefur, hann heyrir. Og svo segir hann Guðsríkið að það er eins og maður sá í sæði jörð, sefur síðan á vakir nætur og daga en það grær og vex og veit ekki með hverju mæti. Og það er mjög mikilvægt þegar við erum að vinna verk Guðs að við vanvirðum ekki sæðið af því að sé lítið. Við setjum það í jörðina og það hefur í sér að verða eitthvað mikið. Og þegar að Guð er að sá orði sínu, þá biðjum við þess að orði sem Guð sáir, sem hann talar til okkar, að fá að vaksa og gróa og verða tré. Eða fallir í jörð. Amen. Og og Jesús fer dýpra ofan í þetta þegar hann talar mustaskornið. Og hann segir, það er smerra hverju sáðkorni á jörðu, en eftir að því er sáð, tekur það sprett og verður öllum jurtum meira og fær svo stóra greinar að fuglar heimins geta hreiðrast í skugga þess. Þannig Jesús var talað svona jurtagarða þar sem að menn voru að sá sæði til að fá uppskeru. Og í slíkum jurtagarði þá verður þetta sæði sem er minna en flesta þær jurtir sem sáðir í garðin, stærra en allar hinnar. Og ég hef einhvern tíma sagt að öll veröldin, hún starfar fyrir trú og það er talað það á einu stað að mustaskornið hefur trú. Það hefur það í sér að
fara hún í moldina, spíra og verða að einhverju miklu. Og á einu stað í Biblíunni segir, ekki gleyma lítilsverða hinna litlu byrjun. Þannig að þegar við horfum á sæði sem orð Guðs og hleypum í hjarta okkar, þá það ekki bara einn góður biblíulestur, einn góð predikun. Ef við hleypum inn, þá það komið inn í moldina í okkar hjarta og það byrjar að spíra og það getur skapað eitthvað alveg stórkostlegt, bara eitt orð sem talar til okkar. Og þegar við erum að vinna verk Guðs, að þegar við sjáum eitthvað sem lítið, að það verk Guðs, þá hefur það í sér að verða eitthvað stórkostlegt. Og hann segir þessna, segir Jesús, að sjálfkrafa ber jörðin ávöxt. Fyrst stráið, svo axið og svo fullvaxið hveit í axinu. Nú fór ég aðeins tilbaka, þar sem var að vera að tala hveitikornið. Og orð Guðs, og þegar Guð talar, þegar Guð kallar og þegar Guð leiðir okkur í eitthvað, þá hefur það í sér að stækka, vaxa og verða einhverju miklu. Þannig virkar Guðs orð. Og við þurfum að trúa því. Mjög margir fallið þá grefju að horfa á eitthvað sem lítið og segja að þetta svo lítið. Ég ætla að bíða um eitthvað stórt að gerast, þá ætla ég að gefa alla niða. En þetta stóra innbyggt í það litla. Þegar orð Guðs á í hlut, Guð talar, þótt að kalla mig til að gera eitthvað og ég framkvæmi það, að þá hefur það í sér að stækka, vaxa og margfaldast. Og svo kemur þetta með storminn. Þeir eru á vatninu og það gerir storm og það öldugangur og það læti. Og svo kemur bara aldan með fullt af vatni inn í bátinn. Það hið mesta mál. Ég verið á sjó, reyndar ekki nú 4 mánuði. En þetta eitthvað sem að þeir sem eru á sjó eða þarna var þetta stórt vatn, vil ég ekki sjá. Það að fá vatn á þennan hátt inn í bátinn. Og þeir fara í paník. Jesús liggur þarna bara í bátnum og sér það. Og þeir hrópa, við förumst. Og þá hefði nú mátt ætla að Jesús hefði sagt, strákar, ég skal hjálpa ykkur ausa, drífa okkur inn á vatnum út úr bátnum. Það má ekki sökkva, það snarvitlaust veður. Nei. Fyrsta lagi, hann sá enga ástæðu til að hafa neinar áhyggjur þó að vatnið var að fylla bátinn. En þegar þeir vekjum þá var hann ekkert annað betra að segja við hann að þeir hafi ekki neiga trú. Báturinn var fullur af vatni og það ætti að ausa. Og síðan hastar hann á storminn og vatnið, öldurnar lægja og það kemur stilli logn. Og þetta líka svolítið tákn upp okkar eigin líf. Stundum alls konar stormar og öldugangur í okkar lífi. Við panikkerum og svo verðum við alveg bálreið út í Guð að því við erum að gangi í gegnum erfiða tíma og hann bara ekki að gera neitt. En Jesús getur lægt storminn, hann getur lægt vindinn, en hann vill líka segja við okkur að við getum lifað í trausti til hans. Amen. Og þeir áttu ekki orð eftir þetta að vindur og vatn hlýddu honum. Þeir voru svona nýorðnir lærisveinar hans, hann var nýbúinn að kalla þá og þeir fylgdu honum. En þetta var algjört að þeir voru að panikera, þeir fríkuðu út, þeir voru ekkert að fríku út, þeir fríkuðu út. En Jesús gat stöðvað stormana og þetta getur hann gert með okkar innri storma og komið hlutunum í lag hjá okkur. Amen. 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 Já, bara, ef við ekki byrja bara. Jú. Faðir, ég þakka þér fyrir
að þú hefur undirbúið hjört okkar. Í Jesú nafni tökum við hinnum góða jarðvegi sem þú, Jesús, ert inn í hjart okkar núna. Ég þakka þér fyrir að þú hefur sáð orði þínu í hjart okkar núna og ég lýsi því yfir að það beri góðan ávöxt. Í Jesú nafni orðið sem í hjartanu mun bera 60-faldan, 100-faldan og jafnvel 1000-faldan ávöxt. Ég lýsi því yfir að þitt hjarta er góð jörð og þú leyfir heilögum anda að eiga við hjarta þitt og jarðveginn í hjartanu þínu núna í Jesú nafni. Heilagur andi, við bjóðum þig velkomin til að eiga við hjart okkar og jarðveginn í hjart okkar. Skipt honum út ef þú þarft, verði þinn vilji fyrir okkar hjarta og við tökum við öllu því sæði og öllum þeim kornum sem þú vilt sá í hjart okkar núna. Og við gerum það með þökkum og þakklæti í hjart okkar og við segjum takk Faðir fyrir að þú hefur skapað í okkur hjarta sem er eftir þínu hjarta. Takk Faðir að þú hefur gefið okkur lækninguna í gegnum orð þitt, að þú hefur gefið okkur opinberun og þína visku og speki. Í Jesú nafni tökum við þinni spekin í hjart okkar, inn í hug okkar, inn í sál okkar. Við göngum út í trú á orð þitt Faðir í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Takk kærlega fyrir að lesa með okkur í Markúsarguðspjalli 4. kafla. Við ætlum að vera hérna aftur annað kvöld og þá ætlum við að lesa 5. kaflan, halda áfram að predika út frá orðinu og biðja fyrir ykkur. Annars er miklu meira en nóg af stórkostlegu lífsbreytandi efni bæði vefþáttum og huglustubænum, frelsiskirkjuna bæði á Spotify og YouTube. Endilega kíkja á það, annars sjáumst við aftur annað kvöld. Bless og hafa það gott þangað til.